Skulum skoða dæmi 3 og 4. Byrjum hérna á dæmi 3 og athugum að það er x þarna fyrir framan svegan í dæminu. Það er ekkert á milli, þannig að það er sinnum hérna. Og þegar svo er, þá þurfum við að margfalda stærðina fyrir framan svegan inn í svegan á allar þær stærðir sem þar eru. Svona. Og höfum í huga að hérna erum við mínus x. Byrjum þá að skrifa 1. Svo gerum við mínus x sinnum 2, verður það mínus 2x. Og mínus x sinnum mínus x verður pluss x í öðru. Og nú þurfum við bara að raða upp svarinu á réttan hátt. Þetta er svo sem alveg rétt svar en venjan er samt svo að við byrjum á óþekktu stærðinni sem er hæsta veldið. Út frá því myndum við byrja á að skrifa x í öðru, sem þessa hérna tölu. Næst færum við hingað, skrifum þessa, mínus 2x. Og endur svo á þessum hérna pluss 1. Svona. Þetta var okkar loka svar í dæmi 3. Og skoðum nú dæmi 4. Þar erum við með þessa stærð hérna fyrir framan svegan. Það er ekkert á milli þannig að það er sinnum hérna. Þannig að við þurfum að margfalda þessa stærð við þessa hér og einnig við þessa hér. Þannig að við skulum þá skoða þetta og þegar við lítum á þetta þá erum við að fara að hugsa um þennan tvist og tvist. Þannig að 2 sinnum 3 er 6. Svo skoða ég er með x í öðru sinnum x. X í öðru sinnum x er x í þriðja. Nú, og upsilonið er eingöngu hér. Það er ekkert inn í sveganum í fyrri stærðinni. Þannig að þetta er fyrsta niðurstaðan úr margföldun okkar. Seinna, þegar við margföldum hingað, þá höfum við huga 2 sinnum mínus 5. Það er mínus 10. X í öðru mun bara halda sér sem x í öðru af því að það er engin x í þessari stærð. Svona. Svo er ég með upsilon sinnum upsilon. Þá er það upsilon í öðru. Og það sem við sjáum að þessar óþekktu stærðir og þessar hér ber ekki sömu veldi, þá má ég alls ekki leggja þessar saman eða draga frá hvor annari. Þannig að þetta hér verður okkar loka svar.